Ég segi hérna bræði minn sem búið hérna minna 4 ár áður ég kom hérna. Þá ég segi, hvað er hérna besta orðið ef ég myndi fara út í búð og versla? Og kannski geta benda á, ef ég segi eitt orð, þá skilur hann alveg. Já, það er ekkert mál. Segi bara svona, svona og svona. Það er máli bjargast, segir hann. Já, fínt, segi ég. Þá fer ég bara að shoppa, segi bara svona, svona og svona. Og það er duga, sko. Það þarf ekkert að kunna neitt meira? Nei. Og segi bara takk. Og svo bara bless, það er búið. Það er bara einfalt. Svona takk og bless. Ja, det er sånn första skrift. Tên tôi là Dương Kim Phượng. Khi tôi tới Ban Đảo thì tôi lấy tên là Phánh Thị Kim Du. Và tôi đã tới Ban Đảo từ năm 1983. Và tôi sinh đẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là ở Chợ Lớn, Sài Gòn Chợ Lớn, ở quận 5. Ég er fætt í Vietnam og hverfi sem maður býr heitir Tjölön, það er Kína-hverfi. Og áttu heima þar þegar þú varst lítil? Já, ég var það til cirka svona 9 ára, minni mig. Og hvernig var lífið? Hvernig var að vera lítil stelpa í þessu hverfi? Sko, það var svolítið fjölbreytt, ég segi það. Þegar ég var í Vietnam, þegar ég er lítið, það var svolítið öðruvísi hér, hérna á Íslandi. Maður fær ekki leikfönn og neitt þannig, sko. Maður þekkar það ekki. Bara, maður reynir að finna eitthvað dót, bara spýtu og út á götu og leika bara eitthvað þannig. Það er ekki dúkka eða neitt þannig eins og hér heima, sko. Það er þetta að gera óli, sko. Maður nota svona annars konar tegja, bandi, eitthvað þannig slík, sko. Bara að reyna að finna eitthvað. Var mikið af krökkum? Já, ég meina, þetta er svolítið stór hverfi og nágranni eiga svolítið mikið krökkum og við reyna að safna sama eftir skóla, sko. Hitta svona fram á kvöldi. En það við ekki loka eins og hér inni, hérna heima á Íslandi. Það er svolítið öðruvísi, sko. Út af veðri, það er alltaf heitt. Maður geta verið úti og leika sér. Pabbi og mamma á fyrirtæki sem að selja varahluti bílnum, sko. Og þau sjá öll börn. Við erum 14. Reyndar ég 13 eftir. En já, ég man ekki neitt, ég þurfi að gera neitt nema skóla, koma heim og leika mig bara. Þannig að það var svona ljúft líf? Já, þannig má ég segja það. En svo breyttist allt, er góð að vita? Já, svo breytt að stríði byrja, sem sagt Vietnamstríð var 1975 minni mig og það var gjörbreytt. Ég man eftir að við missa okkur húsi úti, en ég var svo lítið, ég veit ekki af hverju, sko. Okkur var hent út, öll börni og þau bara læsa hurði og við með ekki fara inn aftur. Til okkur, húsi okkar aftur, sko. Ég man rétt, sko, þá við þurfa að það senda okkur inn í skóginn. Ég var það í 1 ár. Mér minnir ég eitthvað sem cirka 9 eða 10 ára, sko. Og mamma fyrir að senda yngsta börni. Við vorum 5 sem þurfti að búa inn í skóginn sem ég hef aldrei kynnt mig. Sko,
Þetta var þau byggðu hús fyrir okkur, sko. Og var ekki neitt húsgögn eða neitt, það bara henta inn og það bara einn rum sem við fær, lítið eldhúsi, engin ísskáp eða neitt þannig slíkt. Já, við vorum í 1 ár ámskóla alveg. En hvar voru pappin og mamma með hann? Mamma og pappi var í Saigon og reyna áfram að finna eitthvað að gera til að geta alveg börnið upp, sko, af því við erum svo ung. Ég með 13 börn, það ekki grín að hugsa alla. Þannig að var húsið eitthvað tekið? Það húsið okkar tekið. Og líka fyrirtækið? Allt saman. Svo mamma og pappi missa öll. Bara þið tekið allt saman. Allt frá þeim. Eina sem ég man þegar við vorum að tekið allt. Fyrsta daginn sem ég man eftir þessu, við þurftum að sofa utan húsi, bara út á götu. Vissur eitthvað hvað var að gerast? Ekkert. Ég man mjög vel, það var bara, þetta gummitré, rektingtré Það svona, ef maður hugsaði þetta afturbakt, ég enda svona hrætt, sko. Það var engin ljós eða neitt, þú fær engin ljós á kvöldi og það er engin skóla það er engin vakt þú þarf að rækta sjálf, sko. Þau voru að kenna okkur að rækta baunir og sætakartöflu og eitthvað hrísgrjón til að reyna að bjarga að sjá, til að lifa, sko. Og mamma kom til okkur kannski einu sinni mánuð, bara að svona líta við, svo fer hún strax tilbaka í Saigon. Og samt maður eitthvað, ég man það var ekki neitt sem við hugsaði, bara ok, við vorum inn í skóginn og við leik okkur, það var eitthvað 3-4 krakkar, sko, sem okkur kynni. Og þannig maður lífa, sko, þú veist. Og við var með mjög ánægð að lifa af því við krökkum við systkini, leika okkur saman. Við reyna að syngja og spila gítar á kvöldi, reyna að hitta hópu og segja draugasögu og bara anskoða, búið til svona skemmtileg. Svo mamma ákveði það að taka börnin tilbaka til Saigon eftir ár, svona cirka ár, sko. En við þurftum að gista bara milli húsa bara, svo við á ekki hús og mamma og pappi að reyna að finna kannski einn fönn hjá vinkona mömmu, næsta kvöldi hjá vinkona pappa eitthvað. Við vorum alltaf flæka milli húsa, sko, aldrei sama stað í svona nokkra mánuði, sko. Og Endri bræður minn reyndi að finna bara skjól bara annar stað. Við vorum ekki 13 saman í þessi tíma, það var mjög erfið tíma, sko, fyrir okkur. En veistu af hverju húsið ykkar var tekið og fyrirtækið? Sko, af því pappi með Kínverja. Og það var eitthvað þegar Norður Vietnam taka suður, það var stríð 75. Allt sem fólki á að fulla peninga, það taka af þeim. Engin skýri. Þannig að það er ástæðan af því að pappi er Kínverji? Já. Svo öll götu hjá okkur hverfið, það allir missi hús. Við fá ekki einu sem skýring af hverju, sko. Það bara kom og læst og út með ykkur. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down.
sækir ykkur í skóginn og svona. Voruð þið þá lengi svona húsnæðislaus? Við vorum svona, já, ég má segja svona, það eitthvað 1-2 ár, sko, við það flækja okkur, milli. Og enda því til við fá semja við fólk sem búið í okkar hús og leigja aftur hjá þeim. Það má segja bara uppi 4. hæð, sko. 4. hæð var þannig þegar mamma og pappi áttu þetta. Það á ekki til að búa, sko. Það var bara til að rækta svona blóm, hafa fiskibúri, eitthvað skemmt í garði, má segja það, bara svona, hvað kalla, sóskál. Já. Þannig, sko. Enda við búið þar. Í sóskálum? Í sóskálum. Í nokkur ár. En samt við það borga þeim peninga, sko, til að leiga aftur. En svo kemur Ísland inn í myndina? Já, svo mamma ákveð að senda barnið út. Sem sagt, með skipið, eða sem sagt, bát. Ég man ekki hvað það mikið gull, sko, sem hún þá borga. Það er bara borga með gull, ekki með penni, sko. Og það var 4 bræður og 1 systir. Það var 1979. Og þau fara með bátanum bara. Og svo fær við ekki vita neitt fyrir eftir mánuð eða 2 mánuð. Þá ef þú fara út í báti, þú veist ekki neitt, það er sambandlausi. Þú veit ekki ef þú sé lífi eða dauð, sko. Þangað til börnin hafa samband við foreldra sinni, eitthvað þannig seinna. Og hvaðan fara þau og hver? Þau fór, sko, til lenda Malasíu, minni mig. Þarna. Og svo koma Rauða krossið frá Ísland, sækja þeim. Ég man mjög vel líka þegar við komum og það var skemmtilega tíma. Þið komið ávasta og svona annars konar ávasta, kannski appelsín, banana og epli. Það fyrst sem við valið, það er epli, sem við aldrei sé áður. Hafðu aldrei séð epli? Nei. Við vitum hvað banana er og appelsín er. En epli er eitthvað dýrmætt fyrir okkur þá. Hver er næstu skrefi? Næsta skref við vorum inn í 3 herbergja íbúð sem bræði með leigu í minni með þessi Hossgötu, bara í Vesturbæ. Já, sem sagt 2 svefnherbergi, eldhúsi og klósett. Það er mjög spennandi að vera þarna. Við erum svo mörg, sko. Við vorum 11 saman. Í 3 herbergja íbúð. Við var minni með eitthvað mestallega 3-4 mánuði. En þetta var skemmtilegt tíma samt, að rífast klósetti. Það var farið í röð, sko. Og ég man það fyrsta nótti sem við vorum að það tíma mismunni. Og maður getur ekki sofa. Svo mamma segir bara, ég enda hún vaknaði klukka 1 á nótti, þá segir hún við bræmið, rosalega ég er svöng. Það er, ef 1 á nóttinni á Íslandi, það er klukka 8 í Vietnam, sko. Þá byrjum við að allir vakna og elda mat klukka 1 á nóttinni. Þetta var svona skemmtileg tíma líka. Þegar ég kláraði 10. bekk og ég átti að fara í iðnskóla að læra sem ljósmyndari. Var það draumurinn? Það var draumurinn minn, sko. Ég fæ ekki pláss til að vera hérna. Ég man það eftir mamma segði við mig, sko, nú ertu orðið 16 ára og þú ekkert að skóla og ekki fara að finna eitthvað að gera, segði hún.
Já, og hvað ég gera? Ég segi bara finna eitthvað að gera, þú veist, bara finna eitthvað. Já, ég skal reyna, segi ég, en svo fer ég við byrja í Hossgötu, sko, nei, á Ránugötu, og það einn maður búið í Jóelhúsi, gamla daga, sem Jón Lofsson á. Ég man það svo vel að ég fór þarna í búinu og ég talaði við verslunarstjórina og ég segi, mér vantar vinnu bara. Ég sagði við hann. Hann horfði á mig. Vantar ég vinnu? Ég segi, já, mér vantar vinnu. Já. Og ég man ekki hvað hann sagði mig meira eftir það. Hann segi, komdu bara á morgun. Já, morgun? Já, ég kem á morgun. Svo fór ég bara heim, án að spyrja nokkuð skap meira hvað ég gera, þú veist. Ég fór bara heim og hlaup til mamma og segi, heyrðu, ég fekk vinnu. Og hvað ertu að gera, segi hann og hún við mig. Ég veit ekki. Það veistu ekki? Nei, ég fekk vinnu en ég veit ekki hvað ég gera. Og hvernig áttu að mæta? Ég veit ekki. Veistu ekki þetta? Nei. Geta ekki hringt að... Nei, ég geta ekki, segi ég bara því miður. Hann segi bara, ég mæta morgun, ég gera það bara. Svo beið hann til að bræða mig koma heim. Ég segi, hvernig ferð þú að vinna morgnana? Segi ég við hann. Og hann segi, ég fer að vinna 8. Já, það gerir ég líka, 8, segi ég. Ég segi, já, þá bara mæti ég 8. Heyrðu, svo fara ég á stað klukka 8. En ég man það rétt að opna ekki fyrir 9. Þá stóð ég utan og ég banka bara, þú veist. Svo kom hann og opnaði og segi, hvað? Þú komið? Segi hann. Já, komið, vinna, segi ég við hann. Ha? Ekki fyrir 9, það segir mig. Hann er að reyna að benda á, sko, klukka 9. Hann segi, 9, þá segir, já, ok, þá snýr ég bara við og alla fara, sko. Hann segi, nei, komdu bara inn. Svo kom ég bara inn og svo stóð ég bara þarna og, þú veist, ég beið eftir honum. Hann segi ekki neitt fyrir eftir smástund. Svo ég segi við hann, hvað ég gera? Hann horfði á mig. Það er bara að fylla á. Hvað þýðir það að fylla á? Þú veist, maður skilur ekki neitt. Hvað er fylla á? Maður reyna að rífa hans upp. Hvað er að fylla á? Fylla á, svo kom hann bara og tekið mig inn og sýndi mig. Af því gamla dag nota svona að merka byssu, sko. Hann reyna og segja mig eitthvað, maður reyna, ok. Svo hann sagði mig, ég skilur ekki neitt. Bara ekki neitt. Maður reyna svona að sjá hvað hann gerir, sko. Fylgja bara með. Og reyna að fylgja eftir því sem hann gerir. Og kenna mig. En sem hann sagði við mig, skil ekki. Ekki. Þannig að þú fórst bara að fylla á? Ég fór bara að fylla á og gera sem hann sagði mig gera. Eins og matatíma og kaffi, ég veit ekkert það. Þú veist, ef maður segir fara í mat, kaffi, hvað er kaffi? Þú veist, maður þekkja ekki, sko, og skilja ekki neitt nema góðan dag og já og nei og takk og bless. Og svona. Oft sem hann talaði um mig, sko, þá er ég að reyna að giska bara. Þá oft ég segi bara já. Þú veist, maður segir ekki nei, segir bara já, það var bara einfalt, málið leysi, já, segi ég við hann, bara já. Svo hann horfði, skilja þetta? Já. Þú veist, það var svolítið lengi að ég gera það, ég segi alltaf já, samt ég skilja ekki, sko, það segi ég bara já. Þá ég veit að þetta leysi búinn. Þetta gekk alveg. Þetta gekk mjög vel. Það gekk rosa vel, sko. Og það var eitthvað svo gaman og ég vinna svolítið mikið, sko.
og rosalega sjálfstæð. Ég var ekki lengi að læra þetta. Og svo líka mikið vinnufélagi að reyna að hjálpa mig. En þú ert ennþá í verslun. Hvenær varstu svo verslunarstjóri? Það svona 13 ár síðan. Sko, þegar ég vann í Jóelhúsi og ég búið að vera svolítið lengi sem aðstoðarverslunarstjóri. Ég var fyrst innkaupastjóri og enda fyrir ég sé aðstoðarverslunarstjóri. Ég neita að taka við þessu stöð sem verslunarstjóri. Og það er meira ábyrgð, finnst mér. Og líka fyrst og fremst, ég geta ekki tala íslensku, ekki nógu vel til að geta stjórna, finnst mér. Svona ég sé bara alltaf nei. Þegar ég var boðið, sko. Ég ekki alveg tilbúin að taka við þetta. Og þá segir rekstrarstjóri minn. Hann segir, hann líst svo vel á mig og vill bjóða mig þessi starf. Ég segi hann, nei, ég vill ekki. Ég segi, ég vill ekki. Hann segir, jú, prófa þetta. Ég veit að þú geta þetta. Þú geta þetta. Ég segi, nei, ertu alveg viss? Segir ég hann, ertu alveg viss? Já, ég veit að þú geta þetta. Svo segir ég hann, leið mig að hugsa máli. Ég svaraði ekki strax, sko. Ég segi, leið mig að hugsa aðeins máli. Þannig náttúrulega hefur byrjaði kornung að vinna í verslun, hafði unnið flest öll þau störf sem eru unnin í verslun, hafði unnið með nokkrum mismunandi verslunarstjórum og alltaf verið lykil manneskja í þeirra hópi. Svo kom að því að það vantaði nýjan verslunarstjóra og eins og maður gerir þá lítur maður í kringu sig og mér fannst það augljóst val að Fanney væri rétta manneskjan í þetta starf. En hún var ekki alveg sammála þér? Nei, ég man alveg til því að hennar fyrstu viðbrögð voru í þá áttina að hún væri ekki rétta manneskjan í þetta og hreinlega afþakkaði og vildi það ekki í fyrstu. En ég gekk á eftir henni og sannfærðan það að hún væri rétta manneskjan í þetta og myndi farnast það vel. Bauð henni fram líka aðstoð og smá meira stuðning til meðan hún væri að komast í þetta og það endaði ekki að við næðum saman fyrir en að ég lofaði henni því að hún mætti sem sagt bakka og fara í fyrra starf ef henni líkaði þetta ekki. Svo fór ég bara heim og hugsa mig aðeins máli. Svo ég kemur tilbaka og ég segi, heyrðu, ok, ég er búið að ákveða mig, ég ætla að prófa þetta í 6 mánuði. Ef mér líka ekki vel, þá skila ég tilbaka, segja hann. Já, fínt, segja hann. Og já, ég er búin að vera verslunarstjóri síðan. Það er meira en að segja það að koma heim á fornar slóðir og uppgötva að allt er breytt. Sérstaklega þegar breytingin er til hins verra. Foreldrar Fanneyjar höfðu verið þokkalega velstæðir og áttu myndarlega húseign við götuna. Mamma hennar stjórnaði því að húsið væri málað og haldið vel við. Það var hennar stolt. Fanney kvartar undan því að nýju eigendurnir hafi látið húsið grotna niður. Slíkt svíður. Við fáum leyfi til þess að fara inn og hún segir mér frá því hver bjó hvar og hvar var eldað og hvar var tekið á móti gestum. Hún lýsir því hvernig lífið gekk fyrir sig í þessu húsi þegar allt lék í lyndi og fjölskyldan lifði góðu lífi í Kínahverfinu. Nú getur hún ekki orðabundist yfir útliti gamla heimilisins. Þetta lítur mjög illa út. Þegar mamma var hérna, sko, þá við laga til hverju ári. Mála, utan, innan og þrífa, gera ýmislegt, sko. Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér á Íslandi? Já, eins og ég lif mjög vel, sko. Ég byrja hér að prófa mig eins og en ég á nýja bíl, góð vinnustað, með gott laun. Lifum bara mjög vel. Áttu íslenskan kærasta? Ekki ennþá. Það leitaði, nei, segi svona. Ekki ennþá. Þegar þú fórst út með Sigrúnu, Já. þá voru hún eitthvað stríðaðir á því, eða þú varst eitthvað að fíflast með þá hefði hún eftir að finna hann það mann.
Hún spurði mig, sko, áttu mann? Og maður fattar ekki, sko, þú veist, hún var eitthvað að reyna að spyrja mig. Ég segi, nei, ég á ekki mann. Nei, ekki ennþá, segi ég við hann. Ekki ennþá. Ég fattar ekki fyrir ég bara, já, byrju, hvað ég segja? Byrju, var ég eitthvað auglýseta eða eitthvað? Ég segi, nei, ekki ennþá. Ég var fljótt að svara hana. Nei, ekki ennþá, segi ég. En áttu mann? Já, mann, núna. Og þú átt strák? Já, strák. Hann 14 ára núna, í ár. Hvort lítur á þig sem Íslending eða Víetnama? Það bara rosa misjafnt. Stundum eru fólk að spyrja mig, ertu Íslendingur? Ég bara, ég veit það ekki alveg. Já, ég tel mig sem Íslendingur svo. En þú hefur komið til Víetnam, eða ekki? Já, ég hef farið hana 4 sinnum. En hvernig er að eiga svona 2 lönd? Það bara fínt. Þú veist, ég get tala asísku við víetnamsku fólki og íslendingu, svona íslensku við íslensku fólki. Þannig að þú lærið 2 tungumál bara strax? Bæði íslensku? Ég lærði eiginlega 3 tungumál. Þú veist, þegar ég var lítil þá byrjaði ég að tala kínversku. En hvernig með því og mömmu þín? Hvað talið þið, á hvaða máli talið þið saman? Við svona blöndum stundum hérna ef ég kann ekki nógu vel og hérna víetnamsku þá tel ég íslensku en oftast tölum við bara víetnamsku. Við förum til Kanada, sko, smá tíma, milli. Þegar mamma búin búa örugglega 6-7 ár, þá ákvað hún að flytja aftur í önnur lönd. Og hún tók instabötni, alltaf insta sem að taka mig, sko, og reynda, ég fekk ekki ráð, sko. Mamma ræðu og ég fór með henni út þegar ég eitthvað 19 ára til Kanada, Toronto, og ég prófaði að búa það með foreldri minna í 8 mánuði. Ég segi, nei, þetta á ég ekki, mér líst ekki á þetta. Ég segi við mamma, ég verði að koma heim. Og heim er Ísland? Svo heim til Íslands. Vegir liggja til andra átta, enginn ræður för. Hugur leitar hljóðra nátta, blóð orð á vör. Og laufsins græn á garðsins trjám og gleði þíns í blænum. Þá voru hjörtun heit og vör og hamingju okkar bæ.